en þeir grípa saman höndum og þið sjáu smjörið þarna í strokkinn á milli þeirra og Helgi ætlar að freista þess að stinga sér niður í strokkinn og ná í Já, hann hafði þetta, hann Helgi. Þetta er all erfitt, þið ættu bara að reyna þetta sjálf. Og þá tökum við einhvern elsta leikinn sem var handbolti, getum við sagt, þeirra tíma, víkinganna, jafnvel á víkingaskipunum. Það var fáskinn, blautt og hátt, en því miður er erfitt að fá slík skinn eins og við vitum allar sútunarverksmiðjur sem eru í vandræði nú á dögum hjá okkur. En farið nú út á hornin, gjörðu svo vel. Já, og farið nú út á hornin, bildar, þið sjáu þarna merkingarnar. Já, og Helgi minn ætlar að vera með. Já, og við höfum Óðinn, þann minnsta inni, og nú gengur skinnið á milli og þeir reyna að gappa þann sem er í miðinu, hann á að reyna að grípa það og hann má ráðast á það og reyna að taka það á höndunum á þeim og þá verður oft mikið slagsmál, það voru meiðingar og hrundingar í þessum slorskinsleik. Jæja, Helgi minn, byrjaðu. Þetta var leikur sem var framkvæmdur inn í baðstofunum. Og svo, já, svo, þá fyrir að bræða, já, nú var, jæja, hann verður áfram inni, Óðinn, já, fastið ykkur, láta hann á, svona, já, láta hann ekki ná, já, Jóhannes, já, gott, Jóhannes inni, já, hann getur, jæja, aftur, hérna, þetta gat verið mjög oft fjörugt, fólki stóð upp í rúmunum og þeir notuðu ýmiss konar undanbragð. Jæja, þakka ykkur nú kærlega fyrir þetta og nú endum við þennan leik, farið upp í línuna aftan. Nú draga þeir á dræsunum í Rómarveg, gjörðu svo vel. Þetta var að draga á dræsunum til Rómavegar eða á Rómarveg. Já, þá tökum við hryggspennu, fljótil á í fólkinu leðast, já, inn á völlin. Þetta var eitt af þessum gömlu hangbrögðum, menn tóku hvorn annan í fangi, gjörðu svo vel, með krumlutaki og hér voru engin brögð, heldur var á brotið á bak aftur, hryggspenna, þeir fara 3 lotur eins og vant var. Þetta var hryggspennan, eitt af þessum hangbrögðum 4 sem var kölluð leikfang, fang, það sem maður hefur í fanginu. Já, jæja, þetta var nú hressileg hryggspenna og þá skulum við taka axlatök. Axlatökin, þau eru algeng víð heim og við erum að keppa við skota og brettóna, en axlatökin voru íslensk líka, stígapiltar eins og í glímu, já, svo, 3 lotur, já. Þeir mig að taka öll glímubrögð
Já. Sko, já, takk ykkur kærlega fyrir. Og þá var þriðja tegundin sem voru lausatök. Þá héldu þeir í hálsmál með annarri hendinni og hinni í olnboga. Gjörðu svo vel. Og nú tökum við fyrst grikk, allir saman. Jóhannes og Lárus, grikk. Nei, þetta nikkurinn, grikk, já. Þetta grikkur hjá Jóhannesi. Já, svona já, taka báðum höndum við nésbót, get grikkur. Já, og já, svona grikkur. Og þá tökum við handklofbrað, Óðinn og Jóhann. Handklofbrað. Jóhannes, takk þú á honum Jóhanni, handklofbrað. Og skiptið Lárus, takk, já. Þetta var almennilegt handklofbrað. Okkar forfeður voru oft í verbúðunum. Þá voru þau loknir eins upp til heiða og þeir sem sátu á hestbaki lengi þeim var kalt, þá fóru þeir á baki og tóku lausatök. Og þá var ekki að taka loknum fingrum í buxurnar og þá tóku þeir þessu lausatök. Þá tökum við bakbrað. Jóhann, taktu fyrst, og Óðinn, taktu fyrst, bróðinn. Bakbrað, rassbrað. Já, gott var þetta og svona Jón. Og Jóhannes og Lárus, rassbrað, já, eða. Og þá tökum við að lokum fjórða bragði, það til 24 bröð, við tökum 4, nikkinn, Jóhannes, Lárus, fyrst. Sveifðu þeim vel. Þið nikkja þeim til annarra hliðar og svo til hinnar og svo skarpt til hinnar fyrir því. Aftur, hinnir, já, ljótir og kraft í það. Svona, það lóð Jóhannes og svo upp og svo tökum við það einu sinni ennþá með miklum krafti. Jóhannes og Lárus. Já, svona já. Já, hérna lág hann vel. Svona já. Já. Og svo tökum við buxnatök. Buxnatökin eða brókartökin, þau voru undan fari glímu. Já, gjörðu svo vel. Buxnatök. Þetta var okkar glíma. Beltin urðu ekki til fyrir 1905 og allar aldir var glímt með því að taka í buxurnar. Já. Nú gott, já, gott, já. Já. Jæja, takk okkur nú fyrir. Og komið nú. Já. Við þakkum kærlega fyrir og þá snúum við okkur í bitaleikjónum. Gjörðu svo að bílar og fá okkur sæti. Þar ykkur ekki kallt. Hittu ykkur niður. Bitaleikir í skálum og í baðstofum á Íslandi. Þá voru skammbitar. Og það var komið okkar ágætu þjóð, já, að hún var leikhlöð þrátt fyrir ýmis konar erfiðleika, pestir og sult og seiru, kulda, sérstaklega kuldinn innan hús og utan, að þeir þurftu að taka úr sér hrollinn. Og meira segir leituður upp á bitana og skáldið, sálmarskáldið, séra Hallgrímur Pétursson, hann var ágætur bitarleikmaður. Hann yrkir í leikkvæði að hann gat leyst 3 þrautir hinnar erfiðustu í bitarleik. Og eins var það 1750 að Bjarni Pálsson, síðar landlæknir, og Jón Steingrímsson, eldklerkur, þeir útskrifuðu þá og þeir og kvöddu þá skála á Hólum sem hafði verið uppistandandi í 200 ár og strákarnir höfðu stundað þar bitaleiki. Nú tökum við bitaleiki. Jónas Tryggvason hefur æft þetta af kostgefni
og hans ágæti nemandi Þorvarður Valdimarsson, gjörið svo vel. Já, nú hann bóndi og það kemur gestur í heimsókn og hann býður honum í stofu og það var gamall siður að spyrja hvað gesturinn kunni fyrir sér í íþróttum og þeir taka að metast það hvaða íþróttir þeir kunni betur en hinn og annar fer það upp og sækir á bitann harfisk og bónda finnst þetta vel gert. Hann lyftir sér hátt og hann spyr hann, já, geturðu leikið fleiri listir? Já, bitinn býður, gjör svo vel. Og hann tekur með skákgripi eða hoffmannsgripi og já, hann sótti á bitarna vísu, en þið sjáu nú betur hvað hann gera úr hoffmannsgripi, skákgripi, Jónar, og hann fer upp á bitan, fer á kjöl sem kallað var, fer á kjöl og nú manar hann inn að fara betur á kjöl. Já, þið sjáu hann montinn af því hvað hann gat með skákgripi, nú vegur hann sér upp og já, og nú leggst hann á bakið sem langtum meiri vandi, breiðir út armana og nú hann komin á kjöl. Já, og bónda finnst þetta vel gert og ætla nú að gera betur. Já, nú allir feikinn af sjálfum sér og tekur nú með þræla uppkasti og þarna þetta var með þræla uppkasti sem hann fór á bitan. Þetta eru mismunandi þessi tök, þau eru mismunandi erfið. Hann tekur líka með þræla uppkasti og nú fer hann í gegnum sjálfan sig, þetta þekkiði nú mörg og bóndi segir nú þetta nú smáræði að fara í gegnum sjálfan sig og nú hyggst hann gera ennþá betur, ætla líka til að flá kött eða hvað. Svona sjá, hann hangir á nesbæðfótunum og nú ætla hann að fara úr fötunum. Þetta þótti mikill vandi. Þetta nú og hvað getur hann nú betur gert en ég, ungi maður? Já. Og nú ætlar hann að snúa sér við og það var nú heitin okkar leikjum mörgum voru klúr. Þetta heitir að fara á kerlingu. Hann snýr sér við á bitanum og slær rassinum þrisvar upp í bitan. Jæja, getur nú yfirtrompa mig, kæri bóndi. Og hann hugsar sér og sækir í sig veðrið. Mig grunar að hann ætla að reyna hringsveiflu á bita. Það eiginlega hápunkturinn á þessur fimmleikum. Farið hringsveiflu á bita. Og hinn segir, jæja, við skulum nú sjá til. Og það reyna ekki tvöfaldar hringsveiflu. Sko, það er vindurinn. Það er ekki logn í baðstofunni. Sko, tvöfaldar hringsveiflur. Já. En það var svo með Hallgrím Pétursson að hann segir í leikvísum sínum að hann hafi getað gengið þveran rann á ristónum. Og þetta er eina af þessum þrautum. Ég ætla ekki láta þá ganga á ristónum, en þeir ætla að skilna því að kveðjast með því að hanga á ristónum. Þetta er ákaflega mikil raun. Sko, þú hanga á ristónum og kveðjast. Já, takk fyrir kærlega Jónas Þorvarður fyrir þetta ágætu sýningu og takk fyrir kæru áhorfendur á þessu 20. landsmóti fyrir að
vera hér til staðar og horfa á þessa gömlu leiki okkar forfeðra. Þakku fyrir. Jæja, eru þið tilbúinir? Þakku helga fyrir. Þetta var gott. Þetta var Þorsteinn Einarsson, fyrrum íþróttafulltrúi ríkisins og mikill fræðimaður fornar íþróttir Íslendinga. Ég hygg að þessi sýning Þorsteins og félaga hans séu margt einstæð og hefur ekki verið sýnd áður, en þarna máttu sjá margar af þeim þrautum sem að fornmenn og Íslendingar reyndar miðaldir og allt fram á síðustu öld iðkuðu sér til gamans og heilsubótar. Þetta var hátíðarsýning á landsmóti ungmennafélagana hér í Mosfellsbæ, 20. landsmótinu, og við vorum áður en þessi sýning hófst að fylgjast með keppni í dráttarvélaakstri og við skulum halda því áfram. Eftir því sem líður á hliðin, þegar komið nánast á enda keppnisbrautar, þá breiðara á milli stanganna og geta þá keppendur aukið hraðan. Þetta virðist ganga vel hjá Jóni. Virðist skila sínu hlutverki ágætlega. Þegar þessi dráttarvélakeppni fer fram hér í Mosfellsbæ veðrið ágætt, sólin lætur sjá sig hér annað slagið, en það mikill strekkingur og þar af leiðandi erfitt að fylgjast með keppninni. Það mikið rok. Jón Gunnarsson nú nánast kominn á enda brautarinnar. Hann á eftir að fara í gegnum nokkur hlið og gerir þetta með stakri prýði. Nú eins og ég nefndi áðan þá skiptist þessi dráttarvélakeppni í tvo hluta. Það annars vegar akstur dráttarvélar og í öðru lagi svokölluð þekkingarkönnun. Þekkingarkönnunin felst í því að fyrir keppendur lagðar ákveðnar spurningar sem prófa kunnáttu þeirra á gerð, hirðingu, vinnuhæfni og öryggisútbúnaði dráttarvéla, auk helstu atriðum umferðarreglna. Nú ég kom aðeins inn á þetta áðan. Nú í framhaldi af því verða dómarar, þeir velja 10 spurningar og leggja þær fyrir keppendur í keppninni, jafn skjótt og þeir hafa gengið frá dráttarvélinni í svokallaðri vélargeymslu. Og eftir örskamma stund sjáum við þennan keppanda, Jón Gunnarsson, þegar hann leggur bílnum í svokallaða vélargeymslu. Og nú komið að því að leggja fyrir Jón spurningar. Nú spurningarnar í formi krossaprófs og gefnir 4 valmöguleikar og keppendur hafa alls 3 mínútur til að svara spurningunum. Fyrir að svara öllum spurningunum réttum gefin 30 stig, en það dregin 3 stig fyrir hvert rangt svar. Og þá bara að bíða og sjá hvernig næsta keppanda gengur. Það gengur hjá mér. Það getur reynst erfitt að keyra aftur á bak úr svo... Og hér höfum við svo verðlaunahafa í dráttarvélaakstri, verðlaunaafhendingu. Sigurvegari í dráttarvélaakstrinum var Jón Ingi Sveinsson úr ÖMC, sem sjáum hér reyndar ekki á verðlaunapalli. Hann fékk 100 stig,
en næstur honum kom Pétur Guðmundsson úr HSK sem var í öðru sæti með 99 stig eftir gríðarlega harða keppni. Þetta er Pétur Guðmundsson úr HSK, annar í dráttarvélaakstri. Þriðji Steinar Gíslason úr UMSK með 97,5 stig, 1,5 stig á eftir Pétri. Fjórði var Finnur Pétursson úr UMSK, hlaut 94,5 stig. Fimmti Erlendur Kolbeinsson, ungvinnasambandi Austurhúnvetninga með 94 stig. Og sjötti Garðar Guðmundsson HSK með 92,5 stig. Það stígur á stokk fimmti maður Erlendur Kolbeinsson USAH. Þetta eru verðlaunahafar úr dráttarvélaakstri. Og frá verðlaunaafhendingu í dráttarvélaakstri förum við í borðtennis. Það er Árni Símsen, yfirdómari í borðtennis, sem að segir okkur frá. Þetta er leikur 3. til 4. sætið. Það eru leika Stefán Gunnarsson HSK og Bjarni Kristjánsson UMSK. Það er þegar búinn einn lota sem að Stefán vann. En það var rétt áðan og þann úrslitaleikurinn í karlaflokki. Þar var sigurvegari Bjarni Bjarnason UMSK. Hann vann félaga sinn Benedikt Halldórsson með 2-1. Þar sem að Benedikt vann fyrstu lotina og Bjarni síðan næstu tvær. Kemni milli þessara Stefán og Bjarna var fyrsta lotan var alls ekki mjög jöfn. Stefán hafði töluverða í yfirburði og nú var bara að sjá hvernig gengur. Það er Bjarni sem á uppgefinu núna. Þau gefa alltaf upp sem skipti í hvorum sig. Það fær hver hópur 3 mínútur á gólfið á músík. Það er Stefán sem byrjar. Ég ætla að biðja alla aðra að rífa gólfið og Stefán fær gólfið. Og Akureyri að vera tilbúin á gólfinu. Og uppbytun fyrir Stefán byrjar núna. Það er mikið. Bjarni byrjar. Annars var mótafyrirkomulagi þannig að menn urðu úr við 2 töp eða við annað tap sem gerir það að þetta virka dálítið einkennilega svona í endan. Það sem að úrslitaleikurinn í raun og veru búinn, en hér er verið að leika 3. til 4. sæti. Og sigurvegari í þessari, á milli annar þessara, hann kemur til með að keppa við hann sem að tapaði í úrslitaleiknum annað sæti. Þannig að sá sem að sigrar hér, hann getur ennþá orðið í öðru sæti í mótinu. Nú skipta þeir aftur uppgjöf og Stefán byrjar. Fyrir í morgun þá var lauk keppni í kvennaflokki og þar var sigurvegari Sigrún Bjarnadóttir UMSB. Hún vann
Rakel í UMSB í úrslitum. En Rakel, af því að það var sama keppnisfyrirkomulagi, þá spilaði Rakel síðan aftur við Lilju úr UMSK og Lilja vann þann leik, þannig að röðin var Sigrún Bjarnadóttir í efst og Lilja í UMSK í öðru sæti og Rakel í UMSB í þriðja sæti. En þessi leikur lítur þannig út að Stefán sé að sigra. Átján 11 fyrir Stefán. Nú skipt uppgjöf. Stefán byrjar. Og 19-12. En leikurinn upp í 21. Og sá sigra leikinn sem að fyrir að vinna 2 lotur. 20. stigið, vantar aðeins 1. Það kemur hérna. Þar með hefur Stefán unnið sem að þýðir að Bjarni Kristjánsson í 4. sæti og Stefán fær núna möguleika að keppa annað sæti við Benedikt Halldórsson við UMSK. Já, þarna sáum við svipmyndir af borðtenniskeppni. Það var Árni Símsen yfirdómari í borðtennis sem að sagði frá. Það hvessir enn á aðalleikvanginum á Varmá í Mosfellsbæ á 20. landsmóti Ungmennafélags Íslands. Íþróttadeild Ríkisútvarpsins hefur fylgst með mótinu í beinni útsendingu frá því klukkan 2 í dag og þakkar áhorfendum samveruna. Við látum nú þessari útsendingu lokið hérðan úr Mosfellsbæ en við byrjum aftur klukkan 2 á morgun með beina útsendingu frá 20. landsmóti Ungmennafélags Íslands. Verið sæl!